Stopp hingað og ekki lengra heiti á hóp sem var stofnaður snemma í júlí í sumar og snýr að því að gera Reykjanesbrautina öruggari. En hjá mér Ísak Ernir Kristjánsson og einn af forsvarsmönnum hópsins. Ísak, það hefur mikið gengið á hjá okkur í sumar. Þið eru búin að vera að berjast fyrir því að bæta öryggið á Reykjanesbrautinni, sérstaklega hérna Suðurnesja megin. Já, vissulega. Við eins og þú sagðir, þá stofnum við þennan hóp snemma í júlí og við erum búin að leggja mikla orku og mikið púður í þessa vinnu og loksins erum við að fara að uppskera árangur af þeirri vinnu. Hvað var það helsta sem þið vildu sjá gerast? Við settum þetta upp eins og við ræddum á sínum tíma að settum þetta upp í 2 fasa eða 2 áfanga. Og fyrri áfanginn sneri að því að fara í bráðabirgðaaðgerðir á þessum 3 gatnamótum út í Hafnir og niður til Reykjanesbæjar frá Fitjar. Þjóðbraut og Aðalgötu. Við sáum fyrir okkur að setja hringtorg og Hafnarvegurinn myndi tengjast niður í hringtorgi á Fitjar. Auðvitað var það alltaf svona svo spurningamerki, hvað áttu við að hafa skoðun á því, hvort þetta verið hringtorg eða mislæg gatnamót eða setja axlir eða þess háttar. En við ákváðum að þetta væri svona allavega tillaga sem við lögðum til að setja þetta bráðabirgða hringtorg. Því svo verður þessu öllu saman sennilega breytt þegar að tvöföldunin kemst í gagnið. Og þetta var fyrri fasinn og seinni fasinn sneri að því að tvöföldun Reykjanesbrautar væri nú samgönguáætlun. Og hún var ekki inn á samgönguáætlun og hún var ekki í drögum að nýrri samgönguáætlun. Og í dag, þriðjudaginn 20. september, er verið að taka þetta fyrir Alþingi í síðari umræðu og það er skemmst frá því að segja að báðir hlutarnir, bæði fyrri og seinni fasinn, eru núna inn á bæði 4 ára og 12 ára samgönguáætlun. Og hvað er þá að fara að gerast næst? Er verið að fara að setja þessa hringtorg núna, á næstu mánuðum? Í 4 ára samgönguáætlun hún er 2015 til 18 eru veittar 200 milljónir 2017 í hringtorg og þetta er upplýsingar frá Vegagerðinni hvað kostnaðarliðurinn, þannig að þeir telja að þetta 200 milljónir sé sú tala sem að þarf að fjármagna þessi hringtorg við þessi tvenn vegamót, bæði þessi vegamót. Og svo er það 2018 eru áætlaðar 100 milljónir í þennan tengiveg, í hringtorgið á Fitjum. Þannig að það er að fara að gerast. Og svo er tvöföldun Reykjanesbrautar frá Fitjum og upp í Flugstöð á 12 ára samgönguáætlun. Auðvitað er það hérna svolítið opnara heldur en 4 ára samgönguáætlunin. En að minnsta kosti erum við komin í röðina, við vorum ekki í röðinni, okkar krafa var að fá að vera í röðinni. Þannig að það er þá kannski bara núna okkar verkefni, næsta verkefni er að halda bara upp í pressunni að þetta gleymist ekki og þetta komi inn á næstu 4 ára samgönguáætlun. Þannig að eru þið ánægðir með hvernig þetta mál hefur gengið? Þið hafa verið með mikið þrýsting í sumar og eru þið sáttir með þessa stöðu? Við erum virkilega sáttir. Þegar við Guðbergur stofnum þennan Facebook-hóp 7. júlí síðastliðinn að þá óraði okkur ekki fyrir að þetta yrði undirtektirnar. Guðbergur þreyttist aldrei á að tala Reykjanesbrautina og það var svona lítill hljómgrunnur sem hann fékk við því þeirri umræðu. En þarna náðum við krafti í samfélagið og 10. júlí, 3 dögum seinna, voru 16.000 manns komnir í hópinn og við náðum að halda uppi pressu, vöktum mikla athygli. Við stofnum fljótlega framkvæmdahóp, okkur langaði að hafa þetta ekki pólitískt. Þó að við séum báðir á kafi í pólitík að þá vildum við passa að þetta er ekki pólitískt verkefni, þetta er samfélagslegt verkefni. Og þannig að við stofnum hóp sem var framkvæmdahópur og það voru bæði fólk sem var í pólitík og ekki í pólitík og þvert á flokka. Þegar við vorum að passa það að þetta verkefni er ekki pólitískt. Það er svo hættulegt að þetta getur snúist upp í það. Og við höfum átt alveg ótrúlega gott samstarf í nefndinni, þetta var 13 manna nefnd. Við fórum í eins og þið fjölluðum, við settum skilti sem var svo fljótlega tekið niður af Vegagerðinni. Við byggum til þessi myndbönd,
áttum fund með innanríkisráðherra og iðnaðar- og viðskiptaráðherra, fund með öllum þingmönnum kjördæmisins, fund með samgöngunefndinni. Þannig að þetta er búið að vera, við erum búin að reyna að eiga samtalið eins og við ætlum að gera. Við ætlum ekki að fara inn í skæruhernað, við ætlum að eiga samtalið og reyna að vinna þetta þannig og okkur við erum að uppskera. Þannig að þetta snýðist ekki um að þið ætlu ekki að loka Reykjanesbrautinni eins og geta árið, fyrir 15-16 árum síðan á aldamótin. Nei, þið ætlu ekki að gera með miklu látum, en samt með látum og kannski á annan hátt. Já, og umræðan var nú alveg komin í það núna síðustu daga því að það var ekkert víst að þetta verkefni myndi nást ekki þingi. Það eru örfáir þingdagar eftir. Það er alltaf hættan þegar lítið er eftir þinginu að menn fari í málþóf og þess að þess að búið sér til einhverja samningsstöðu, þannig að menn voru smekir að þetta verkefni er ekki klára, þetta kom bara út í nefndinni núna fyrir örfáum dögum síðan, þannig að það var alveg komin svona væringar, heyrði maður út í samfélaginu og segja, heyrði, nú verðum við að fara að gera eitthvað hérna, við þurfum að vekja athygli á þessu, en við vorum þessi 13 manna hópur að fá fólk til þess að halda ró sinni og halda áfram að eiga samtalið og ég ætla nú ekki að þakka einhverjum ákveðnum umfram öðrum en því ber þó að nefna að þingmennirnir hér af Suðurnesjum þvert á flokka hafa reynst okkur ótrúlega vel og þar skiljanlega kemur kannski Vilhjálmur Árnason sterkastur inn þar sem hann er í samgöngunefndinni og eins fengum við góðan liðstyrk frá Svandísi Svavars sem er í Vinstri grænum og er í Reykjavík en þar sem að VG á ekki fulltrúa í þessu kjördæmi þá buðum við VG að senda einn fulltrúa á fundinn sem við heldum í dús með öllum þingmönnum kjördæmisins og þeir sendu Svandísi verandi í samgöngunefndinni og við mátt mjög gott samstarf með Svandísi og hún hefur reynst okkur mjög vel. Þannig að svo auðvitað ráðherrarnir eru allir sem eru kjördæmir en kannski ber helst að nefna þessa tvo sem hefur hjálpað okkur að vinna málið dag frá degi. Þannig að nú er þessi staða komin upp að þetta hefur borið þennan árangur. Er það að loka hópnum, hættir? Hvað gerist næst? Já, það eins og segi, þetta er í höfn. Vonandi verður þetta samþykkt í dag. Þetta er tekið fyrir seinnipartinn í dag. Við höfum fengið þá upplýsingar frá stjórn og landsstjórn að þeir munu ekki standa í vegi fyrir þessu að þetta verði afgreitt úr þinginu í dag. Þannig að við reiknum með að þetta klárist. Þá er þá fyrri áfanginn kominn, seinni áfanginn er að við erum komin á 12 ára samgönguáætlun en það þýðir ekki að við sem komin á framkvæmdaáætlun. Þannig að þetta þarf kannski að þróast aðeins og gerjast með okkur. Við höfum ekki rætt þetta og tekið hérna ákvörðun hvort við höfum að loka hópnum en fyrir mér er það algjörlega klárt að það sem við lögðum upp með í grunninn, við erum búin að ná því. Við erum búin að koma í gegnum framkvæmdaáætlun fyrir fasanum, bráðagerðum og við erum búin að búa sér ykkur í röðina eins og við óskuðum eftir. Þannig að það sýnir það að þetta verkefni á 2 mánuðum, ef að samfélag tekur sér saman eins og gerist hér á Reykjanesi, öll sveitarfélögin, öll sveitarfélög álöktuðu í bæjarstjórn þetta verkefni, SSS var með okkur og þegar samfélag tekur sér saman eins og gerist núna, þá náum við árangri. Og það er kannski það sem okkur hefur vantað hérna í pólitíkinni og í samfélagunum hérna í öllum sveitarfélagunum, það er þessi samstaða. Og nú sýnum við það, íbúar á Suðurnesjum, að þegar við stöndum saman, þá erum við helvíti öflug. Takk fyrir. Takk sömuleiðis.